Ætli þið verið Monster og ég ætla að vera í Thule. Já, ég var ekki að spáði því. Já. Þú verður þá að opna hann. Já, sjálfsög. Ég Þetta 9 Thulein, sko. þetta er nummer 2 í dag með mér. Þetta eru bara 29 kaloríur. Vá. Í 100 millilítrum, sko. Þannig að 1 bjór er næst í 100 kaloríur, bara til þess að þú veitir hvað þú ert að drekka mikið kaloríum. Já, ég veit það. Ég var svo gott að fá að vita fyrir hvað 100 millilítra maður fær. Já. Sem sagt, Hvenær Hver er ég kaloríur? búið með 100 millilítra? Það er eitriði, Já, eitriði. eða ekki? Jó, eitthvað svo Það leys. er minna. Já. Þú ert svona gauð sem þú telur ekki kaloríur eða eitthvað, eða svona, ég er ekki að meina það illa, þetta hljóma eins og ég var með, Er ég að fitna? alls ekki. Já, skrítið. Nei, þú er bara svona slagur gauður, skilur, þú svona strækam ekki sem eitthvað sem ert að ná my fitness pal eitthvað að vikta prótín og eitthvað svona. En ég prófaði sko, einhvern tímann þurfti ég að koma nakin fram sko, Já. fyrir nokkru síðan. Já. Og þá prófaði ég að hætta bara franskar. Og Bara það. Já, það er góður gúr. Það er alveg, það kemur alveg vel út sko. En þá hefur við vantilega borðað svolítið af frönskum. Ég borðaði bara franska þegar ég var að Borða borða franska. hambúrgara þá. Já, Já. Já, og bara alltaf þegar maður panta sér hambúrgara að sleppa franskunum. En tryggið að taka brauðið ofan af hambúrgarunum. Mér finnst það asnalegt sko. Ég er svo sammála, þá er þetta ekki lengur hambúrgar. Nei, þá er þetta bara opin samloka. Já, en þá áttu Kjöt, hleifur. að spara hann einhverjar, ég veit ekki, 100 kaloríur, 200 kaloríur eða Það er eitthvað. líka eitthvað svo rámt að býta í borgara. Já, en er þetta fólk ekki að borða það með gafli og hérna... Og Það er líka rámt. Ég er sammála, maður á ekki að gera þetta skemmir matinn, sko. Já. Og sumir nota icebergsalat svona sem lok. Já, ég skil það frekar. Já, Þá ertu að sleppa undirbröðinu líka. já. En að sleppa báðum. Ég skil ekki, setja iceberg kálið hvar. Bara sem lok og botn, skilur. Þá ertu bara með icebergi í staðin fyrir brauð. Þá er þetta ekki hambúrgari. Þá er þetta iceberg með kjöti. Það er ekki hambúrgari, sko. Hambúrgari er brauð, kjöt, brauð. Já. Það er hamburger. Er það ekki? Jú. Jú. En kannski er það kjöti sjálft. Þú veist, hvernig það er sett saman. En fyrsti hambúrgar, hann hefur þá verið Frá Hamburg. frá Hamburg og hefur þá verið einhvers konar samloka, ringlaða samloka með kjöti. Já, var í svona grillaður í svona... Hefur þið séð þessi vídeo, já, svona gömul, Já. svona New York, eitthvað svona, það sem að Já, kjötið er sett einhvern veginn svona sem maður grilla fisk já. og svona einhvern veginn inn í einhvern svona hliðaróp. Akkurat. Við séð sama vídeo það öruglega. Og það er fyrsti hambúrgar. Það er fyrsti hambúrgurinn. Þannig ég held að hambúrgurinn sé kannski eitthvað svona bandarist, sko. Nú varst ekki að segja að það var Hamburg. Jú. Já, en eins og við þekkjum hann. Jú, að því að náttúrulega Ameríka er náttúrulega bara söðupottur alls konar þjóða Já. og einhver þaðan, þú veist, grillaðan svona og einhver, hvaðan ertu? Ég er þetta úr Hamburg. Hamburger. Hambúrgur. Eitthvað þannig. Ég heyrði það þannig. Og eins og pizzan er bara, þú veist, Ítalinn var bara að nota hérna gamlan mat og dundraði eitthvað deg og inn í ofn og til verið pizzan. Já, það var til sko eitthvað sem heitir Hamburg steak sem var krydduð hakksteik. Hún var án brauðs. Þýskir innflytjendur fluttu þessa réttagerð með sér til Þannig Bandaríkjanna. að hann kemur það fram að brauðið er ekki Nei, essential, sko. nei, heldur betur ekki. Nei. Þannig að, já, þetta er en besti hambúrgarinn á Íslandi náttúrulega túkaðishambúrgarinn. Það liggur í uppi. Það er rosalega burger. En vitið af hverju hérna Margarita pizzan er eins og hún er? Margarita. Já, það var ekki... Kona sem heitir Margarita. Já, það var eitthvað neða að googla þetta bara til að fact-checka mig. Ég ætla að spúa út inn einhverju bulli og svo fact-checka þetta. Ok, ekki máli. Þú verður bara á Google. Ég verð bara hérna í tölvunni. Þetta var eins og ég man þetta, að þá var einhver hátíð og það var einhver drottning eða eitthvað að koma og þeir ákvaða að splæsa í pítsu, handinni, og hafa sett pítsuna í fánalitum Ítalíu. Sósan er rauð, osturinn er hvítur og basilikan er græn. Þannig að þetta representar ítalska fánan og er til heiðurs Margareta sem Þetta er bara hár rétt hjá þér. Vá! Bara hár rétt. En ég veit ekki hver hún er, það kemur nú, jú, drottning, jú, Napoli, eitthvað. Já. Einmitt. Er þetta áður en Ítalía verður hérna heilt ríki eða þannig? Þetta var 1889.
Ég ætla ekki að fara að googla hvenær Ítalía verið heilt ríki. Ég vissi ekki svo Ítalía var einhvern veginn ekki heilt ríki. Var það eitthvað mörg ríki og svo verður það Ítalía. Þetta svona ímis konungsríki. Já, eins og Evrópa var öll á sín tíma. Því þessu vesen var öll að vera í Evrópu fyrir svona 200-300 árum. Milljón kongar og allt í rugli og tökum þetta og tökum hitt og slækið á og jari og... Eða ekki, var þetta ekki þannig? Já, Þú ert leikari. svaka friðsælt núna. Já, miða við. Já, kannski. Miða við. Það var Gjöfum náttúrulega, Evrópu það. þú varst minna var við kannski aðra konga og drottningar sko. Hvar? Þú veist, það var bara ekki samskipti við kongin á Spáni. Þú varst ekkert að velta honum fyrir þér þegar þú varst bara í Bretlandi. Ég skil ekki. Ja, bara erfiðar að hafa samband. Það var ekki samfélagsmiðla til dæmis. Já, en það er satt kannski bara í Evrópu eru þá bara kannski 100 kongar. Fattarðu? Já, Þannig að það er smá vesen að hafa svona mikið af kongum, Já, mikið ego, færra fólk. færra fólk. Ég skil alveg að fólk hafi bara farið, förum bara til hvað er þetta, Bandaríkin og verum þar eitthvað og nenni ekki þessu vesenni. Já, Bandaríkin var stofn út af því eða ekki, þá komið leiði í Evrópu búana Bennið úr að út tjekka af þessu kongavesinu öllu. Við þurfum að fá einhvern sagfræðingin inn. Þessna var stjórnarskrá Bandaríkjanna stofnuð, skilur til þess að venda það að þetta evrópska vesen gerist ekki, að það vera til einhver svona konungstæmi og kongurinn ræður öllu og Amerika byggða á bakbeini þess að þjóðin ræður og líðræði eitthvað svona. Þú veist, það er falleg hugsun, fattarðu, að það var kongavesen í Evrópu. Allir ég er kongur, gott með peningin ég er kongur Já. Var þetta ekki eitthvað svona rétt eftir frönsku byltinguna? Jó, þegar nei, Rétt áður? Já, áður, 1776 eru Bandaríkin stofnuð, franska er 1789. Vá. Út með þetta allt á hreinu. Já, er klár? Er ekki klár? Jú. Já, hann að Tjekka þessum hvort þetta sé rétt. Já, er það ekki? Verður ekki að tjekka því? Amerika stofnuð 76, franska 89. En fakt tjekka líka í leiðinni með Why is the United States stofnuð? Hvenær sagðir með frönsku byltinguna? 1789. Já, ok. Og hvenær lauk henni? Það veit ég ekki. Nú, Nei, just, 1799. Ég nenni ekki að googla meira eitthvað Bandaríkin sko. Nei. Tölum eitthvað allt annað. En samt, sorry, samt að tjekka hvernig Bandaríkin er stofnuð. Bara að ég vil að fólk sem er að hlusta læra eitthvað í leiðinni. 1776, það er hljómar rétt. Það hljómar mjög rétt sko. Já, það er hár rétt hjá þér. Búm. Já. En hún var ekkert undirritið stjórnarskrafan fyrir en 1787. Þetta tók tíma. Já, það þurfti að fara á milli og allt í pappír. Allt í pappír. Herru, þú gaman að heyra þetta? Ég var í matabóðundaginn eða svona hitting. Var ekki matur? Nei, það var meira svona drikkir og eitthvað svona. Og við vorum að ræða eitthvað svona, hver er finnast í Íslendingurinn? Og ég held að við höfum verið svona 10, max 10. Og af þessum 10 þá völdu 3 þig. Vá. Þannig að þú fær þar 30% atkvæða sem finnast maður manneskja á Íslandi. Vá. Hlaðfriður elska Thule. Nýji Thulein er ekkert eðlilega góður. Thule alltaf léttur. Nógu Sirius eru uppáhalds vinnir okkar og nýju ópalhringirnir. Guðminn almáttur hvað þeir eru góðir. Þetta eru ótrúlegt. Ormsson eru frábærir í heimilistækjum og Nintendo tölvum og ef þú vilt baka, þá eru við með frábæra bakstusteild. Þeir eru líka bara með allt milli heimis og jarðar, Samsung sjónvarp og ég veit ekki hvað og hvað. Þannig farið í Ormsson og versliði við þetta frábæra fólk. Heimkaup.is, kíkið á forsíðuna á heimasíðunni, það er oft mjög góð tilboð. Þið getið fengið þetta sent heim til ykkar eða sótt vörunar í mjóttina. Mér langar bara að skila þessu, hrósið þín. Þú veist mig ekki. Þetta er hrós. Ég get ekki að velja hverju finnastur. Mér finnst það bara ekki kjánalegt. En mér finnst þú mjög fyndið. Það er fallegt hrós. Og þegar við gerum skaupið þá hugsuðum við verðum að fá þig með í skaupið sem reyndar endaði að við klipptum þig út úr skaupinu. Ég lest ekki 2 sketsum sem voru klipptir báðir út. Já, það var rosalegt. Þetta var mjög leiðilegt sko, af því að hann náttúrulega leik líka í skaupinu strákur sem mér fyndin og ég hugsaði við verðum að fá hann líka í skaupið. Hákon Hákon Jóhannsson.
en fyrir miður þá endur þessir sketsar ekki inn í skaupinu. Þú hlýtur nú að þekka þetta. Þú búin að gera 2 seinustu skaup. Já. Ég skil ykkur. Já, þú sýnur þessu samúð í dag. Þetta er ekki eitthvað svona eins og þessi eitthvað að reyna að vera leiðileg við mig. Nei, tökum upp skets og hendum honum svo. En það eru svo margir leikari sem Þið verðið að byrta þennan þátt. Já. Þið getur ekki klift allt út sem ég segi. Nei, við lofum því. En það eru náttúrulega margir leikari sem segja ekkert frá því þegar leiki í skaupinu, því það er svo óvissi með að lenda í því, skilur Það er líka mjög skemmtilegt sko, að halda í lindu fyrir öllum. Já. Og ég prófaði það hérna árið eftir. Og þá var ég að nefndu. Jú, árið setna gerir þú skaup Maríu. Já, þá gæti ég ekki alveg lendi. Ég er einhvern muna, ég leka eitthvað í skaupinu. Já. Og ég held í lindu fyrir öllum, já, að 22. Já. Og þá vissi enginn að ég hefði verið í því. Já. Og þannig að þá kom það upp sem svona auka krydd yfir áhorfinu. Aha. Já. Og allir svo ánæðir að sjá hana, að ég hef verið með. Hvenær gerðu þetta? Hvað? Óli! Já. En þá hlýtur að hafa verið fegin að ég leti vita áður en skaupið kom út að við þurftum að taka annars hefur við verið kvöldið að býða ég átt að verið ég ætla að senda Fannar skilabóð Hvað er ég? Hvað er okkur ekki í skaupinu? Já. En ég ætla samt líka, ég hrósaði þér áðan. Skaupið núna seinast var að mínum mati örugglega besta skaup sem hefur gert mjög langan tíma. Það var að tala um bara mjög langan tíma. Já. Besta skaupið, alltaf í minni svona æsku minningu er skaupið hans Skara Skrýbó, Óskars. Dabbi kongur. Já, það satt ég með sem barn. Árni Jónsson sketsin og eiginlega síðan þá hefur ekkert svona skaup stikkað sko, en þetta stikkaði sko. Það var eitthvað svona húmor sem náði til flestra og ég líka þegar ég las stofuna sem horfði með mér á skaupið þá var hlegið allan tíman sko. Það er ekki alltaf þannig. Þannig að samstarfið lítur að hafa gengið vel. Já, milli ykkar, þetta var bara mjög gaman sko. Og þeir voru líka svo leikstjórnir Hannes og Allan. Þeir voru svo ákveðinir í að gera einmitt svona skaup sem höfðaði til allra og lögðu svolítið upp með að einmitt að reyna að tikka í sem flest box og svo voru þeir líka bara mjög svona ákveðinir sko. Það er mjög þægilegt þegar maður er að skrifa fyrir einhverja að fá bara strax skilur eitthvað skonar feedback bara já eða nei halda var með þetta eða ekki Já, en þú ert líka svo fyndin sko. Ég meina það sko. Ég og ekki bara fyndin heldur líka frábærleikari ein sýning sem ég hugsa oft því ég hugsa að ég vil reyna svo að geta alveg krakkana í kringum leikhús að ég fekk mjög gott svona leikhús aðhald sem barn og mikið leikhús með mömmu og svona þú varst með leikritið í Hörpu. Já, Palli var einn í heiminum. Geðveikt gott leikrit. Já, gaman. Fullkomin formúla, að það er ekki á langt. Já. Höfðu allir krakkana. Svo bara, en samt það er eitthvað líka svona bein í því að maður svona sem foreldri svona. Já. Svona hló og hafði gaman að því. Akkurat. Bjarni Haukur skrifaði það sem er svona smá grínkall og leikstýri. Og ég sammála, þú veist, það er bara leikrit fyrir yngri en 5 ára eða eitthvað, má ekki vera ólangt. Já, þú veist, krakkanir ærast bara í sætinu. Það voru 34 mínútur eða eitthvað. Bara perfect. Æðislegu tími. Já. Emil Kattolti fór með drengin á það einhvern tíma, það var 3 tímar eða eitthvað. Allt og langt. Hvað er í gangi sko? Af hverju það lenskan hjá þessum leikúsum að hafa þessi barnaleikrit svona lung? Sko, ég myndi alveg borga með sama peningum, sömu peningum. Já, getur oft verið þannig að náttúrulega eins og með Astrid Lindgren að það er bara ríkur efniviður og það getur verið erfitt að klippa út bara, þú veist, það er bara óttið með það líka. Já. Get ég ímda mér, en ég var ekki hana, ég veit ekki hvernig það fór fram. Nei. En svo er líka verið að réttlæta eitthvað miðaverð og það er oft svona einhvern veginn eins og það þurfa að vera þá í lengd sýningarinnar. Já. Ef að miðin kostar eitthvað. Já, 1000 kall per 10 mínútur eða eitthvað. Allir fólk hugsi það eru margir 1000 kallar í 100 millilítrum. Já, akkurat. Eða eitthvað. Aktivitíð fyrir börnin þarf að vera kannski, við þurfum að hafa 4 tíma í þessa leikúsferð. Já. Frekar en að taka bara klukkutíma. Þá þarf það að finna eitthvað annað.
þú veist, ég á 1,2 og háls og hann er búin að sjá Línu Langsokk 3 Já, svona ungur Og heldur hann alveg og hann heldur alveg Vá. það er svona ókerist aðeins eftir hlé en svo kviknar áhugin aftur sko. Ekki trættu við hestin eða eitthvað Hesturinn er ekki mjög skeri sko. Nei, og hann er rosa lítið í sýningunni já ok já. Já, ég eftir að fara á þetta með krakkana Það er Þjóðleikhúsinu, ekki? Jú. Jú, þú ert nú að fara að starfa þar eitthvað núna í haust Já, ég er að hoppa inn í þá sýningu sko. Já, þess vegna er ég búin að sjá hana svona oft og ég tek alltaf já tekur strákið með þér En þú ert að hoppa inn í eitthvað hlutverk já, Hvaða já, hlutverk? ég er að hoppa inn í hérna annan ræningjan Já, sem já, sagt, er reynda búin að hoppa inn ég hoppaði inn hérna í byrjun júní já og lék þá hérna ræningjan fyrir sem sagt Odd Júliusson sem var þá nýbúin að vinna grímuna fyrir hlutverki það var alveg Pressa En það er skemmtilegt. Hvað þarf það að sjá sýningun oft til að bara svona hlutverki að koma inn í kerfið? það er bara misjamt sko. ég bjó alveg ágætlega vel að því að hafa séð hana sko áður en ég vissi að ég þurfti að hoppa inn í hana Já að þá gæti ég bara notið hennar og það er ekki pressa og þá einhvern veginn svona þekki ég smá sýninguna og svo er þetta bara undirbúningu þú ert bara einhvern veginn að læra hvernig þú ætti að hreyfa þig og hvað þú ætti að segja á sko. Já og það tekur bara mislanga tíma En þarf einhverja æfingu með þarf að æfa leikritið án þess að sína það einu sinni kannski eða tvisvar við æfðum sem sagt þessa senu sem ég er í hana, 2 senum æfðum hana í leikmyndinni kannski 2-3 ára eða eitthvað en svo þarf ég bara að vera tilbúin og æfa mig heima Já Og er eitthvað að lesa mótið þér? Eitthvað svona handrit kona eða eitthvað? Strákurinn Nei, það kann ekki að lesa hann kann ekki að lesa sko kann sýninguna hann kann sýninguna reyndar, hann getur farið með nokkrar línur úr sýningunni mér finnst það heilast að búa til svona upptöku bara þá getur bara að vera með þetta í eiranu og hlusta á það og meðan ég er að vaska upp eða þvott eða Það sem að gerir Já, þetta er það sem að örugglega allir svona myndu stressa sig á eða myndu alltaf bara, þú ert að fara að leika á morgun í sýningu, það er að læra textan utan að sko. Það er náttúrulega of lítill tími fyrir þetta verkefni til dæmis en ég fekk alveg mánuð eða eitthvað og var í heilar 2 vikur örugglega alltaf á hverju kvöldi að æfa mig En þekkist þetta samt ekki alveg líka í svona stærri hlutverkum bara eins og einhvern tíma minni mig að þegar ABBA-sýningin var hann, Mamma Mia þá datt Jóhanna Vigdís eitthvað út og Selma Björns kom inn og það var bara eitthvað rosa lítill fyrirvari Já en ekki það, var Selma í sýningunni? Nei, Held ég veit ekki Nei, en hún þurfti að læra þetta bara einhvern veginn svona utanfrá Já, ég hef líka heyrt einhverja sögur af svona einhverjum tilfellum þar sem að fólk fær bara svona earpiece Já, Já, og svo bara lesið svo bara lesið inn það er vist rosa gaman sko að prófa það þú veit lögulega erfitt að því þú fær bara lestur en þú þarft að leika hann síðan leika á einhverju tilfinningu ég elska þig, nei, ég elska þig þá er bara einhver skilur leikstjórinn eða einhver sýningastjóri með skilur textan fyrir fram sig og getur náttúrulega bara svolítið manipulera líka hvernig það lesi sko. Það voru náttúrulega, er ennþá til kvíslarar í leikhúsi, er það ennþá stöðugildi? Sko, nei, ég held að það sé búið að fella það niður Já en oft er sýningastjórinn, ég held að hann sé alltaf með handritið svona, Já í svona stóru sýningum sko og á sviðsvegnum Hann myndi kvísla eða þyrfti Já, ætlaði ekki En einhver þarf að kvísla En hefur það gerst oft þú veist, í þessum stóru leikhúsum eins og borgarleikhúsinu eða þjóðleikhúsinu að leikari er bara frosinn og bara mann ekkert hvað hann á að segja Það hafa alveg já, ég hef alveg heyrt eitthvað sögur að því sko en það er yfirleitt eitthvað svona álagstengt bara það leika í allt á mörgum hlutum og kannski bíói og er það ekki bara mótleikarinn eitthvað Óli, manstu, þú varst að fara í sundið, ekki? sko Þetta var ég að vera sundið, ég man ekki alveg hvað það hefur komið fyrir mig reyndar einu sinni þegar ég var að leika í það var eitthvað svona grínskett sem hann skrifaði hann hérna Sveinn Einarsson fyrir þeir átt að fara að byggja hérna hótelið Austuðöll, hvað er það hérna Parlament Já. það er sko byggt ofan á gömlum kirkjugarði Já og það var eitthvað svona stór svona ráðstefna Já. í Iðnó
það sem að hérna við sem sagt, eitthvað fólk var að mótmæla þessari hótelbyggingu og ég sem sagt fengið af frendaðinum, hún Darra, til að hoppa inn í þetta með einhverjum 4 daga fyrirvara eða eitthvað en ég kíkja aldrei á sketsin sko. Ég er ekki að þetta er ekkert máli, bara læra eitthvað skets og er að leika þarna með Þór Tulinius vissi það og við hittust á einhverju æfingu og þá svona 2 dögum fyrir þetta þá sé ég bara já þetta er svolítið svona þetta eru svona langlokur sko þú veist, langar hérna romsur og það er svona oft erfiðar að læra það heldur en skilur heldur en bara svona stittra þannig að ég fór í svona og hafði ekkert mikið verið að leika á þessum tíma sko þetta var svona áður en hótelið er byggt og var bara búin að vera að gera svolítið mikið improv þannig ég fór í svona smá svona kvíða með þetta og svo þegar á hólminn er komið sko þá bara eiginlega myndi ég ekkert af textanum og ég man svo vel þegar ég horfið hann út í salin og það er eitthvað Vigdís Finnbogadóttir og eitthvað svona eldra fólki og heldra fólki og þannig ég kláraði sinna með eitthvað blað sem að Þór hafi prentað út ótrúlega litlu litri þetta var óþægilegt sko en ég myndi segja að þetta hafi verið svona brunin sem ég þurfti skilur það var ekkert eitthvað endilega eitthvað svakalega svona mikil svona pressa eða þannig en samtalið nóg og svona, síðan þá hefur bara alltaf læst texta minn sko já, sem þú átt að gera sem leikari sem er runnið síðan þá hef ég bara unnið vinnuna mína almennlega eftir að ég fekk blaðið upp í hennar horfði á Vigdísi og hún gafst á mig Þannig, væri þú Benni nú spyr ég þig að því hann er lent í væri þú stressaður í Benni að leika ef Vigdís Finnboga eða einhver svona væri í salnum heldur já, ég myndi miklaða fyrir mér einhvern veginn það spilaði alveg inn í eins og ég mann fyrir þetta þá var ég kynntur fyrir henni bara svona 10 mínútum áður en fór á svið og þá var ég bara oh my god ég kann þetta ekki nógu vel en okkur er maður stressaður ef hún er í salnum heldur bara einhver annar því að hvað heldur að Vigdís gerir bara látið rekað á landi eða þessi maður þetta er bara einhvers konar virðing sem maður hefur fyrir henni hún er alltaf leikurskona jú, rétt og já, þetta er svona maður myndi vilja standa sig vel já, ég bara spyr það er líka alveg einhver annar væri í salnum ég menna, þú veist, ef Hilmi Snær væri í salnum það var líka bara fullu salur af fólki það var svona, það var kannski ekki idealt svona undirbúningsferli og maður finnur það alveg og þá fer maður líka bara að kenna einhverju öðrum þú veist horfur ekki inn á við nei þetta er öðrum að kenna heiminum að kenna er hún þín uppáhalds fórseti? Vigdís, viltu segja það? Já Dipló segja það bara ég hef aldrei pælt í hver ætti að vera uppáhaldsforseti minn sko nei við erum alltaf munum ekkert eftir Vigdísi sérstaklega jú Benni jú, hún hætti 96 það var 8 ára 90 já, hann 6 og 8 hvað mannstu bara eftir Vigdísi 8 ára gamall eitthvað heldur að Eysteinn minn sem er 8 ára muni sérstaklega núna eftir forsetanum Höllu? Já, ég held að hann er meðvitað hana og Just Björn og svona fyrir mér var bara Óli forseti alltaf og svo tekur hann við hann og er hann þá uppáhaldsforsetiðin? hann er uppáhaldsröddina já hann er mjög forsetalegur hann er svona hann það forsetalegur það nánast eins og hann sé bara einhvern búning eða hárið, fötin, talandinn allt við hann en kannski er það þegar maður er svo vanunum sem forseta maður er að sjá hann núna svolítið og þegar hann er að berja skegg við að við segjum já í ágúst og hann er eins og bara eitthvað svona vaxstytta af sjálfum sér hann er ekkert breyst hann fer úr sviðsljósunni í mörg ár, kemur tilbaka bara alveg eins, bara hann er mættur þetta er bara Óli forseti sammálaði sko, en svo er náttúrulega heil margir hana aðrir, Ásgeir Ásgeirsson fyrir hvað er hann frægur? Ásgeir er alltaf frægur fyrir það að hann var að vinna á Þingvöllum hann var sagfræðingur nei, ég manna það ekki Benni, þú veist það Ásgeir, hvað var hann áður hann var fórseti? Var hann ekki bara einhverjum þingflokki eða eitthvað? Kristján Eldjárn, hann var náttúrulega á þjóðminjasafninu það vitum við hann var þar hann var það sko hann er auðvitað svolítið nú gott
gott choice. Já, hann er gott choice. Já. Það er solid choice. Mhm. Svona ekkert sérstaklega umdeildur. Já. En svo fannst mér Guðni líka flottur sko. Já. Svolítið notalegur. Sammála, við kunnum vel ykkurna. Hann reyndar hætti að tala við okkur eftir að hann var fórseti sko. Já, það. Já, hann var nefnilega fastagestur í hraðfréttum sko, sem pólitískur spekulant Já. áður en að bauða sig fram. Já. En svo leiðan hann var fórseti að Hann slaknaði sambandi, sko. þá dóð það svolítið út sko. Þá mátt hann ekki... Það mátt hann það ekki. Nei, það var sérst bara embættið, má ekki vera að grínast. Ég skil það alveg. Ég skil það. Ég er ekkert sár. Ég var svolítið alveg smásár. Smáfúll, pínufúll, ég við ekki það. Mér erst leðilegt að hann var alltaf að hafna manni, að við vorum alltaf að fá hann í eitthvað grín og svona. En svo... Það var þá, sko. Þá var annar aðstofamaður, sko. Hvað er það náttúr? Svo sem var aðstofa... Já, því að Halla er alveg mikið að grínast, það ekki? Jú, Halla, það er léttar yfir Höllu, sko. Já. Það er eins og aðstofakonan Höllu sé aðeins svona... Já, Leyfir alltaf í þetta. leikhúsi. Já. Alltaf á allum viðburum. Halla? Já. Já, mætti á Kali á tónleikana og fekk peysuna frá Jökli. Já. og- Peysuna. Ekki peysa. The Poncho. The Poncho, já. Það er léttar yfir henni, en hún myndi ekkert endilega leiki í skets í skaupinu sem þú myndi skrifa. Þó þú myndi segja við hana, þetta var skrifa með þig í huga. Nei, Þú ert að leika hérna En gott. hvað geti hún leikið eða hún ætti að leika eitthvað annað? Hún geti leikið sjálf hann sig bara alveg svo Guðni lék nú í einhverju víti í Vestmannaeyjum eða eitthvað, var það ekki? Einhverju svona badadóti? Nei, Jú, hann lék í einhverju, manni hvað það var. Tjekka á því. Æ, í hverju lék Guðni? ég held að fórsetar með ekki leika í einhverju. Jú, ef það er eitthvað svona góðgerða, eitthvað svona fyrir krakkana. Eina skipti sem ég náði Guðina í eitthvað sprell var með Steinda þegar við vorum að gera sketsa fyrir hlaupið hann í ágúst. Íslandsbanka Já, af því það er náttúrulega gott málefni sko. En ég man að þetta var mjög mikið grín sko. Og ég fann það á honum hvað hann fannst þetta pínóþægilegt. Já. Hann svona, já, veitu hvað, rólu hvað er að Fíflaskapur er þetta. hvað er að gerast þetta? En það er bara, þú veist, maður aftur, ég skil það alveg, ef ég myndi vakna á morgun sem forseti, bara, og allir var að senda á mig, herri, ég er búin að skrifa skets fyrir þig, getur þú komið og gert þetta, og maður var alveg bara, herri, ég veit það ekki, má ég það? Vilja allir fá því einhvern skets bara því þú ert fórseti? Ég veit að kannski koma 2-3 tillögur á ári, Já. viltu koma að leika í skets? Og ég skil alveg, eldri kynslóðin er eitthvað, hvað er fannar forseti að leiki í þessu? Glennandi á sér raskatið og Já, við erum ekki að tala um það. Þú verður aldrei fórseti. Nei. ég er bara að setja mér Eða hvað, viltu vera forseti? Nei, ég er bara að spekla mig í Já. Nei, ég held að það sé mjög krefjandi að vera forseti Já. að vera alltaf í stellingum og bóðin á okkar leiksýningar og það ekki vera mútið forseti Íslands og ég að standa upp og vinka og eitthvað svona með þetta er mjög óþægilegt sko. Þannig að nei, það ætti ekki við mig. En þú? Nei. Nei. Af og frá bara. Ég er ekki mjög spenntur fyrir því, sko. Nei, en fólk kemur að máli við þig töluvert og fer bara að svona biðja þig um þetta, verður bara nei. Myndir ekki hugsa máli? Ég held að það myndi ekki gerast. Fólk kom að máli við mig. Kannski. Heldur að Guðni hélt öruglega ekki að hann er í fósetti, sko, þegar hann var bara einhver bókaormur upp í háskóla, sko. Nei, en hann er samt á svona eðlilegri leið í fórsetastól embætti. Já, það ekki? ég meina Jón Gnarr fekk töluverðan fjölda atkvæða. Já, hann fór í frambóð. Forsetaframboð. Við erum að tala um kannski eftir 30-40 ár. Já, sko. ekki núna. Nei. Nei, nú ertu bara að leika. En ég má það. Já, Má það 35. 35 pluss má það. Já. Þú hefur líka fengið rosalegt exposure í kringum HM, auglýsingarnar, við elskum þessar hellur, Steypustöðin. hefur verið, held ég bara, spil eftir einhvern einasta leik. Já. Finnar auglýsingar. Já, takk. Varstu bara að fengið nýta og bara að gera svo vilt, eða var eitthvað handritið það? Já, sko, ég skrifa þær, Já. auglýsingarnar og leikstýrið þeim. En svona hugmyndavinnan er svona þríþætt. Það er annars, í fyrsta lagi steypustöðin, svo er auglýsingastofan og svo ég. Þannig að þú veist, þetta er svona pottur af hugmyndum. Já, en þú fengið væntanlega svolítið mikið frelsi. Já, Við að þeir gera voru með steypustöðin og þessi auglýsingastofa voru með hugmyndum að búa til einhvern karakter svona upphæðlega en ég fekk töluvert frelsi við að móta það. Já, maður sér það á þeim. Já. Það er svona óli í gegn sko.
krakkandi mínir elska þetta sko, þeir finnst þetta mjög fyndið Já. endur þetta mjög fyndið sko. Voru krakkarnir þínu með í þessu hana matabóði? Nei, þetta var fyndið já, það voru Það voru atkvæðin. Það frýrið það ekki krakkarnir? Jú, krakkandi mínir völdu þig Nei, það var allt fullorðið fólk sko. Já. Ertu hérna yfir í allt annað, ertu mikill svona, að því við vorum nú að koma útilegu fyrir stuttu síðan Já. og erum svolítið að standa í því. Einmitt. Ertu þar? Sko, ég er með mikið frjókornaofnæmi. Já. Já, þannig að það er svolítið svona ég þarf að velja og hafna sko. Getur ekki bara tekið töflur og bara verið góður eða? Jú, sko ég er með svo mikið ofnæmi fyrir grasi þannig að Já, það er svo mikið í grasi eitthvað. En ég hitti einhverja konu hérna á tjálsvæðinu sem Já. var að spyrjast fyrir ofnæmistöflur því hún var ofnæmi fyrir grasi og ég eitthvað, já ég er með histasín bara hlóa mér, Telfast. ég tek það ekki ég tek Telfast. bleikutöflunar Já, Er það, hvað segirðu? Telfast. Telfast, er það lífsíðaskild? Já. Ég held það. Og virkar það ekkert? Jú, það virkar vel sko. Já. En svona, þú veist já, mér finnst alveg gaman að fyrir útilegur svona endrum og eins skulle segja það en ég á ekkert mikið að græjum í það ég á lítið tjald Við förum bara með því í víkuverk og Já. græjum þetta á þig Við fengum frá Já. þeim svona uppblásið tjald já, Haltu þér. án svona Súlna. já, Þetta Ok. er snild ok Þú bara festir bara botnin svo bara á 4 stöðum tilbúið svo bara hæla í, bara dúllar eitthvað og í. ert með eitthvað pumpu eða hvað Já. Já. Þetta er þægilegra en ég bjóst við en ég miklaði svolítið fyrir mér eitthvað svona shit, það þarf að tjálta þessu já, en svo bara tók þetta 5 mínútur eða eitthvað bara komið upp á 0-1 og... hljómar alveg frekar vel Já, þetta er samt sko útilegur eru eins og sko, eftir þessa helgi þetta er álag og svo kemur eitthvað svona moment allir rólegir, það er verið að borða allir líður vel, moment álag, moment geðið moment og annars sem ég fattaði sem segir sig samt svolítið í orðinu 3 sinnum meira álagsamt en moment já, það er nú bara svolítið eins og alveg börn sko, það er bara álag moment líka en þú veist ég fattaði einhvern veginn ekki en þegar maður er í útilegu þá er maður eiginlega úti allan daginn já, þú veist, ég var bara ekki búin að pæla í því svo bara heila helgi ertu bara bókstaflega úti svo fyrir bara rétt inn í tjald til að fara að sofa vaknar, ferð út úr tjaldinu, ertu úti þannig að það svo tilfinning að vera bara 3 daga úti er óslega svona nærandi tilfinning og bara svona upplifun sko veðrið skiptir öllu máli myndi ég segja já, ef það er eitthvað sitt veður þá er þetta erfitt voru þið í góðu veðri? Já. Hvar Já. voru þið? Kirkjubæðklustri Já, á Bongo. já, það var ekki alveg bongo samt. Nei. En það var samt svona Það er bara heitt og gott. bara fínt viður Kalt á kvöldin og mótnana og svo ískalt sko klukkan 2-3 á nóttinni. Þá kemur einhver svona dalalæða já, það er eitthvað sem kemur sem bara fristir allt sko. Það er allir vakna börnin eitthvað, mér er kalt. Já, draugar fortíðar Það er eitthvað þannig sko. Þetta er náttúrulega, þetta er sagna staður. Kirkjubæðklustur. já, og Papparnir og nunnurnar og allir. að líka lokast fyrir sko hjá mér í svona útilegu ég kúkaði ekki 3 daga það bara, ég fæði sviðskrekk sko, það var úti klósett sko, ekki kamar, heldur bara klósett Já, mjög flott klósett. en ég fekk alltaf því labbaðin með feiminn ristil greinilega Já. ekkert greinilega, ég er bara með það En þetta er alveg þekkt dæmi. Það er margir sem lendi í þessu, fara kannski bara í brúðkaup til Ítalíu, kúka ekki í viku. Kannski ekki margir, en það kemur fyrir. Hljómar eins og að við komum fyrir því Nei, það kom ekki fyrir mig, alls ekki fyrir mig. En þú veist, 3 dagar, sko hann kúka 3 á dag. Þannig að fyrir hann að missa 3 daga já, svona tvisvar er eins og að missa viku. já, ég er eins og klukka, ég kúka mótnana og borða mikið líka ég borða Já. mikið og kúka mikið Já, og svo hérna er alltaf því ég kem heim eftir vinnu það er svona rútínan já þriðji kúkurinn það væri svona bónus kúkur en annars er þetta alltaf tvisvar sko. En svo bara fer þessi rútín alveg um gluggan þegar ég er í útilegu sko. já. Erst þú svona, hugsaður mikið um þetta? Þú veist, verður að hafa þitt klósett? Eða er það sama? Mér er ekki alveg sama Nei. en ég er alveg góður að finna klósett Já. til dæmis, ef ég var í útilegu þá myndi ég örugglega fara í sund
Já, ég reyndi það, en það var alveg verra sko. Já, þú ert ekki að fara í klósettið inn í klefan, þú ert að fara klósettið sem er fyrir Já, ég myndi aldrei fara í klósett inn í klefan. Nei, Ég myndi það er velja ógeðslegt. eitthvað klósett. Já, það lengst í burtu. Já. En það er svo óþægt að vera byrjaður og maður finnur það kannski einhver svona pappi með barnið sitt og það verið að taka í hurðinni bara býðum við það róli og maður er svona reyna að klára Já. og fæ svona Það er óþægilegt. Já, skeinu stress, eitthvað svona, nei það er meira Já. Þú veist, Byrjaðar að skeina jafnvel áður en þú ert búinn. Já, og svona ekki almennilega að klára og, Já. Þetta þú samt hefur verið hræðilegur bara Ford Grikki sko, eða einhver staðar hana það sem að þeir voru bara hlið við hlið það var bara opið rými, eins og við værum hérna bara allir að kúka og spjalla. Já, en væri það þá ekki bara normið eða, þú veist, þá væri það bara þannig skilur við, Já, það er bara búið að ala mann upp í því að maður kúkar einn þú veist, ég reyni líka að losna mér er svo óþægilegt uppveldið. Eða hvað? Já, pappi er mjög feiminn kúkari líka þú veist, þannig að kemur örugglega þaðan sko. Ég get ekki til dæmis bara kúka á bensínstöð þegar ég er í útlöndum eða eitthvað, mista óþægilegt sko. Ég þarf svolítið að velja mín moment sko. Ég myndi ekki fara á bensínstöð ef ég var í útlöndum sko. Og kúka þar. Nei, Nei, þú þyrftir bara að gera það Nei, einmitt. þá myndir þú kannski láta vaða Já, ég er yfirleitt þannig þú veist eins og ef ég er í útlöndum eða eitthvað á svona nýju stöðum eða eitthvað að þá held ég eiginlega í mér bara þannig til að það er ekki lengur hægt skilurðu Já. nema ég sé náttúrulega á hótelinu eða það sem er að gista eða eitthvað, það er ekkert mál þar Nei, en ef maður fer út í daginn og þetta er svona, þú veist, kemur aftan að manni einmitt Það Það svona- er óþægilegt sko. þá svona, finnst mér eiginlega betra svona, ok, uh býðum aðeins en ef við setjum í samingi við að leika þú ert að fara í stóra sýningu eitthvað svona, þú veist að hún tekur 3 tíma kemur þetta stressaldri við þig eitthvað svona, ég verður búin að pissa og kúka ég má ekki vera svangur það er, jú eða bara slokknar á þessu öllu það þegar er þú rosa gott að borða eitthvað svona 2 tímum fyrir eða eitthvað Já. en En það hitt- að pissa er alveg sniðið að pissa bara rétt fyrir já, og hitt er bara bónus já, eða kemi en svo, þú veist, svo ferði eitthvað að leika og glemði því bara já, ákvæmlega það sem ég held svo hefur alltaf hliðið. já, slokknar hlénu. á þessu ég held ég hef aldrei kúkað í hlýði samt en Nei, pissað, Nei. Já. pissað oft Ég var þú veist með fótboltamenn líka, Já. þeir eru 90 mínútur Já. og á einhverjum hasar sko. Mhm. Alltaf þessi álag á klósettinu í hálfleik. ég held ekki fáið þið þessa tilfinningu yfir ykkur þegar þið eru bara í rektinni eitthvað djöfu þar ég að kúka Nei. það hverfur svolítið þegar maður er að hreyfa sig stundum að pissa já, Já. það kemur fyrir Já. sko. en ég hugsaði að sé alveg mikið að pissi í hálfleik í Já, boltanum, já, sko. já, pottið. sérstaklega núna, það er alltaf eitthvað hydration break allar að drekka miklu meira já, En takk ég eftir því, þeir drekka ekki reitt, þeir sturta bara vatn á sig. já Það er þeir basically með ekki drekka og þingjast þeir og eitthvað svona. þú ert náttúrulega mikill fótbolta unnandi já, ég er það já, betur það var eitthvað sýning sem þú varst með já, hún er ennþá í gangi sko en það er í gangi, óbærlega léttlegi knattspinnunar akkurat já, hún er í smá svona pásu kemur mm aftur í januar já, þar drekkum við alveg óherilegt magna af svona óafengum bjór já, og það er mjög mikilvægt að pissa í hlénu á þeirri sýningu já, ég veit maður glemti og þú veist þá var ég bara í svo miklu spreng að ég var að reyna að flýta sýningun áfram Já, hvað er hún sýnd þessi sýning? borgarleikusinu hún er í borgarleikus, Já. ok já. En hvaðan kemur fótbolta á hérna? Varstu góður í fótbolta sem barn? já, ég var ágættur sko ég var hérna í Val Já. og ég var valin í landsliði hérna á sjálfmótinu sín tíma Nú, já, það var gaman það var svona hátindu fyrirlsins voru ykkur legend með í þessu landsliði eða? það voru margir af þessu 90 strákum sko ok, Kolbeinn Sigþórs og já, hérna Viðar Örn Kjartason og Hlynur Atli hérna ok þú varst með í þessum félagskap já, Og hvað gerist svo? Hvað, hérna? herðu, svo reyndar sko er smá saga sko Já, bring it. ég er hérna sko 7 ára gamall þá lærbrotnaði ég sem sagt út í garði heima hjá mamma og pappa og beinið svona brotnar í tvent Lærið. bara lær beinið, bara akkurat í miðinni oh my god svo er ég 14 ára gamall þú veist, og þetta var bara lagað á sín tíma að þá bara er ég í fótbolta og bara upp úr þurru, ekki í kringum neitt brotna lærir aftur nei, já, og bara alveg eins, bara í tvent oh my god um, og bara ferillin búinn
þetta er ekki búið Ok, ég er spennt. það er lagað sko með einhverju svona álstöngum svona sem að mætast Ok, í svona sveig og ári síðar já, þá er kontakt aftur í fótbolta, byrjar aftur ok og þá lærbrotna ég þriðaskipti Shit. og þá hætti ég í fótbolta. Og þetta er allt bara fyrir 15 ára aldurum Þetta er, já, ég er 15 ára gamall þannig að þegar ég hætti Elsku kall. í 10. bekk Það er álag á 9. bekk. beininu maður Já, Ertu Sko- hrættur við þetta bein? Er svona, þegar þetta gerist þá er beinmergurinn tekin út og það sett svona stálstöng sem er ennþá í lærinu. þú ert ekki með beinmerg í lærinu? Eitthvað á honum er ekki í lærinu. Vá. Þannig að fer ekki gegnum flugvelli þá pípir allt og... Gerði það, en ég er búin að fylgjast með sko þróun tæknimála hérna á flugvöllum bara Já. í síðustu 20 árin sko. Ok, þannig þeir vita þá með þessum tækjum að þú ert með Þeir sjá þetta bara núna. Já, Skilur, já, sjá já. Já, bara maður fer í þennan. Já. sem er alltaf óþægilegur. Já. Já. En- Þessi er líka góður. En þá sjáður Já. allt rastlið eða ekki, þú sjá tippið þitt og svona. Jú. Já, það er eitthvað óþægilegt. Sjá hvort að maður sé búin að kúka ekki. Nei, ég sjá það ekki. Þetta er ekki, hvað er þetta? Er þetta X-ray? Nei, Já, og þeir sjá þetta er bara- ekki brútal X-ray. Jú, Er ef það smikla einhver inn rassina þér, þá sjáður það á þessu Er tæki. þetta X-ray? Nei, ég held ekki. Nei. Jú, þetta er strákar, það verður að passa það að þú sett ekki að flytja hluti gegnum til dæmis rassin eða eitthvað Já, með já, eitthvað í klófinu. Að því, Já, þú veist, já. það má ekki leita á klófinu að þér, ef það sést að tilefni til þess. Já, En með þessari græju þá bara sjá þér allt. Bara, já. Ég þekki þetta ekki. Er þetta sama græðin og ferði þegar þú ætlar að mynda löppina? Nei, þetta er ekki þannig. Nei, Það er í bara... þessna spyrjum við, er þetta X-ray? Röntgen. Þetta er næstu í það, skilur, þetta skinjar allt, skilur. Googla þetta. Já, ég googlaði þetta. Sko, Já, þú þarft sko- að vera röntgenlæknir, sko, þú þarf að standa í þessu, sko. Ég hef alltaf haldið að þau sjáu allt á þér. Það er held ég ólöglegt að hérna, Mynda allt rastlið. nei, að sem sagt, nota röntgengeisla. Já, því hann bara Já, hann er hættulegur. sko. skadalegur Já. heilsuðinni. Já. Já, En ég hef farið í mjög margar röntgenmyndatökur í gennum tíðina, út af lærinu. út af lærinu sko. Og allt í lagi með þig, hinga til. Eða þú veist, Já. hvað segir? Röntgen er notað fyrir farangurinn, Já, X-ray, akkurat. sko. En hitt er... Og frægt tilfelli það sem að sko filmur hafa verið röntgenaðar Skemmast. og skemmast Já, sem eru ok. fluttum milli landa. Þetta er bara málmleitatæki, sko. Þetta er bara þannig, sko. Já, það er alls ekki fólk inn í þetta hérna, sem að töskutna fara, sko. Ok, þannig að ég hef alltaf verið smá spjörhættur í fyrir í það. Þannig að þau sjá ekkert allt. Og svona... Nei, þetta séu nú ekki að fylgjast með þér sérstaklega, sko. Nei, ég veit það, en þú veist bara, maður er oft pælt í þessu. Krakkandi farið líka í það og bara eitthvað svona. Já, ég mitt. Pæla. Já, hvort myndur þú vilja, skilur, að ferillin væri eða þú færi alltaf í þetta tæki eða það er alltaf þuklað? Það er rosa sjaldan einhver þuklað á mér á flugvelli. Nei, það var bara tvær raðir. Man ekki eins og eftir. Þú velur ómunina eða segul, hvað þetta heitir eða þukl. Hvert ferðu? Velja Já, þuklið. þukl. Auðvitað myndi velja græjuna, en Já, nákvæmlega. það er ekki núna að vera þuklaður á flugvöllum. Þannig að Jú, stundum. kjörís, hvaða ís er betur en kjörís? Svarið er engin. Pólísísinn, mjólkurlaus og sykurlaus hentar vel í útilegur og fyrir krakkana. Mjúkispinnandir frá kjörís eru líka algjört dundur. Atlandsolja, já þið veljið ykkar stöð og dælið ódýrar. Atlandsolja. Móðins gluggatjöld, ef þið viljið fá almennileg gluggatjöld eða gardinur og góða þjónustu þá versliði við Móðins, móðins.is. Og ekki gleyma þegar þið farið í bónus að versla í matinn að kaupa Coco Puffs. Hvað er betra en Coco Puffs? Já, hefur einhver þuklað fyrir á flugvelli? Ég lendi náttúrulega mjög oft í því þú veist, Út af löppinni. út af löppinni sko. Já. Og þetta er alltaf mjög svona þeir tekur mjög stöðum tíma og þetta er ekki mjög svona Faglegt þukl. þetta er mjög faglegt þögl sko. Já, sko, það er munur á þuklinu þegar það er að taka random fíknirma check, sko. Þá fara það inn í strengin og eitthvað. En svo er alvöru þuklið, skilur, það er bara, Já. þú veist, alveg bara, það er meir í útlöndum, sko. Er það ekki meira svona vopnaleit eða þannig? Jú, það er vantilega að leita einhverju svoleiðis. Já. Frekar en, Svo er ekki til svo annað stig eftir þetta, svo tengið til hliðar og bara strip naked Hérna. og bara hanski og upp í rass og allt. Jú.
en þá þarf að vænta að lögfræðingur að vera með á staðanum eða eitthvað og myndatökum aður og mynd Já. en maður er segið þetta í bíó kannski er þetta ekkert gert, ég veit það ekki það er svona bíómyndatróp sko eða hvað ég hef ekki lent í gæti þessu verið sko það er líka mjög, er ekki langt síðan þið líka allavega hef ég ekki lent í lengi að vera tengið til hliðar í tollinum þegar maður kemur heim jú, og mjög langt síðan bara 20 ára maður er bara næstu hættur að vera stressaður já, og næstu því, það kemur alltaf svona aðeins já, samt er maður ekki með neitt maður er bara, fokk, tók ég of mikið af tollinum, eitthvað svona já, en það er best að allir taka þau bara það að þér eða, þú já, veist, Yfirleitt var þetta í kringum, hvað, 2009-10 þegar menn voru að kaupa 4 iPhone-a fyrir vini sína já, í Bandaríkjunum eitthvað svona. já. Þá var meira eitthvað svona check, sko. En nú kringum það Já, þegar símarnir voru tölvöld ódýrari í Bandaríkjunum, skilur. já, Það var maður að ferðast með kannski 2-3 síma og að stressa og það mátti ekki. Alltaf dýrt. Þeir eru ennþá ódýrari, það ekki? Ekki mikið. Jó, hann mun alveg sletta hann mun að 50 skalli á mínum síma og síma sem hún kaupir í dæma Ok. en hérna, ég á minningu bara af pappa þegar við erum að fara í gegnum flugvelli og svona hann fór alltaf bara svona sjálfviljugur í græna með hann og síndi þeim hvað hann hefði keypt úti Ég keypti of mikið nei, hann er bara að borga tollin Já, af já, já, já. ostinum eða vín eða whatever Já, Vá, heiðarlegur. fötunum eða eitthvað já bara í hefðinni peysa og hér er einn ostur einn flaska og þetta úr svo það reiknað út og hann þurfti að borga eitthvað mér finnst það svona, ég hugsa þetta alltaf að ég fer í gegnum tollin Það er mjög flott. já, pappi fer alltaf hægra eða vinstra megin og Já, þarf maður að gera það ef maður kemur með mat eða? ég hafi ekki séð þetta Já, í grunninn átt að gera það. Já, En það er declare, Já. not declare þú veist, ef þetta declare maður sér aldrei neitt labbað ángað sko. nei en einn og einn svona eins og Svenni pappi labbar í declare og sýnir allt rastlið sko. mér finnst það fallegt sko. góð skilabóð til barnana að borga Gerir af þú þetta þá líka? Nei, Nei. það skila þessi ekki alveg þetta er kannski meira þú kaupir einhvern rísastóran hlut og ert með rísast kassa af einhverju Já, og kannski svona eðlilegur og farir í rauðasvæði sko. já. En svo er annað sem að ég ætla að veltaði fyrir mig hvort að þið séu hættir að gera Já. er það hérna, þegar er í Erlendis og búinir að versla fullt af fötum og svona eða eitthvað dýru, farið í fáið tax-free gott sjátt Ég hef aldrei nefnt því aldrei bara, ekki einu svona þegar þú varst tvítugur Aldrei sett mig inn í það Nei, ég gerði þetta rosa mikið þegar ég var yngri og einhvern tímann var ég í New York þegar dollarin var 58 krónur eitthvað og keifti alls konar drast PlayStation 12 og föt og leðu eitthvað svona og það var fullt af penning sem að fekk tilbaka það voru einhverjir 10 skallar sko. okay. þannig að þetta var ógeðislega leðilegt og þetta fylla út í búðinni ekki að tax free, eitthvað vera með vegabriði sína það, skrá það niður, búm, fá það geima, svo þú kemur á flugvöldin þá er eitthvað tax free röð, sína allt rastlið, fá inneign, fara þá á næsta borð og fá penningin Já, ég nenni þessu ekki sko Þú veist, Nei, þarna finnst með peningurinn einhvern veginn ekki vera að skila sér sko nei, ekki nema aftur, þú ert að kaupa þér kannski græju sem kostar 200 Eitthvað skall, rosalega dýrt, 300 já, skall já, já. eða eitthvað og þú Já. fær 50 skall tilbaka eða eitthvað En þarftu þá ekki líka að díkleran heima heima? Jú, Og þá borga Já, algjörlega ég hef líka Þannig að lent það er eitthvað svakalega dreikningstæmi líka Já. Borga tax-free og svo alltaf díkleran og það er ekki langt síðan að ég var einhverju, ég man ekki, brúðkaupsferði ég var ekki að gifta mig, ég var að fara í brúðkaup Á Ítalíu? á Ítalíu, Já. eða einhvers þar og ég held Kúkar ekki vikuð kúkaði ekki í viku Nei, að þá vorum við keyptum við okkur svolítið að fötum og okkur svona, ég og kona mín Já, og vorum voða duglega að taka alla tax-free alls þar í öllum búðum, geymdum þetta í einhver svona buddu svo kom á flugvöllin að þá var tax-free ekki opið fyrir en klukkan ble og við mættum klukkan x þannig að það var ekki svona opið, það var ekki hægt þannig að þú gæti sendt tax-free nótundan með einhverju tölvupost eitthvað, þú veist. virkaði það? Nei, ég bara, mér fjallist hendur ég bara, ég nefns ekki Já, þannig að síðan þá hef ég eiginlega hætt svo já þú veist, það er mitt Þetta er bara mikið vesen trúum ekki vesen sko. Já, mitt fyrir ekki neitt Þetta er líka svo viljandi að láta þetta vera vesen svo Einmitt, gerir þetta ekki einmitt það er svo 3 staðir okkur Já. fer ekki bara 1 stað eitthvað prenti nótunar og fær Já, pinn já, já, nei, 3 staðir það mæta 3 tímum fyrir flug ef þú ætlar að gera þetta já, já. gangið vel Það er skam sko, næstu því skemm sko. En sumarfríði sumar þú ert með einn lítinn gaur Ég er 4 með ára lítinn gaur og ætti að gera eitthvað fyrir hann Já, hann áður skilið við erum sko hugsanlega að fara í útilega um helgina ok, hvert á að fara? Á Apavatn Apavatn, já Já, það Það er svona er smá sko, það er eitthvað svona bústaðalandar það er hérna
fjölskylda konunar minnar og já, það er svona liggur smá í lausu lofti eftir veðri eða skilji, ef það verður ómikil rigning þá kannski cancelast það en annars er eitthvað svona smá, ég veit ekki lítið planað sko. Nei. Hann er leikskóla, þannig að hann er Það er búið núna. Það er búið, já. Já. Það er nú þarf að finna eitthvað að gera. Já. Engin námskeið. Kannski við förum í bústað hérna. Eitthvað drepa tíman. Já, Já. eitthvað þannig. Já. Með vinafólki eða bara þið þrjú Sko, eða... förum oftast með sko foreldrum mínum. Já. Svo er mamma hennar búin að leiga eitthvað bústað líka fyrir hérna frá einhverju stéttafélagi og þannig að það er svona nokkra bústaðaferðir í kortónum líka. Geðvitt. Það er þetta veið og apavatni. Það er hægt að veiða þar. Það er heldur betur hægt. Hvað, urriði? Silungur og urriði á einhverjum tilfellum og eitthvað svona. Já. Og er vist þrjusu veiði, sko, ef maður kann eitthvað á þetta, sko. Þarf maður ekki að fara út á bát? Eða? Nei. Jú, það er svo grund þarna í fjörunni. Nei, Sko. það er ekki möst, sko. Nei. Alls ekki. Nei. Segi ég og ég er búin að vera með veiðikortið núna segjumstu 5 ár og aldrei eiginlega veitt neitt, sko. Nei. Þannig að börnin mín halda bara að það veiðist aldrei neitt. Já. Og maður fer bara með stangirnar og spúnin og beituna og allt Já. og kastar eitthvað og kastar og aldrei kemur fiskur, sko. Einmitt. Hefur veitt að flugu líka? Já, ég var alveg upp í fluguveiði sem krakki, sko. Já. En svo eftir ég var svona 20 þá svona minnkaði svo áhugið rosa mikið, sko. Já. Og ég færi svona eina svona stundum með pappa eða með frænda minnum eða eitthvað svona. Já, Og svolítið dýrt. Það er svolítið dýrt að taka þátt í, eða ekki? Já, en þegar ég var að fara með pappa þá fylgi ég bara með í hans pakka, sko. Já. En ég finna svona seinni tíð, sko, að svona veiði eðlið í mér er orðið rosa lítið, sko. Já. Ég tók líka hérna skotleyfi próf og ég finna alveg því fyrir á fjöll Benni getur kvittað undir það er ekkert killer instinct í mér. Nei. Hann fer bara að lusta podcast og Labba bara eitthvað setur skotin bara í töskuna og labba Eiginlega, bara. sko, já. Hvað er það þá að skjóta? Rjúpu eða? Ég skýt náttúrulega ekki neitt en Nei. Benni skýtur rjúpu. Já. Já. Þú eitthvað í þessu eða? Nei. Viltu ekki drepa dýr eða hvað? Ég veit það. Nei. Ég vorum með pælingu í síðasta podcast eftir hvort að einhver dýr fremmi sjálfsvík. Já. Komist ekki til þetta niðurstöð en voru svona fabúleira þetta, sko, eins og fuglarnir sem lenda á bílum og svona. Já. Hvort þið séu Fá bara nóg, skilur við. Fuglaþunglindi. Og hann var sérstaklega að tala um kindur af því að þær fara svolítið hátt upp í fjall og eru tæpar þar. Já. Svo fekk ég eitt gott sjátat með gæsirnar, sko, Já. grágæsin. Hún er svo hæg yfir götu. Ég er náttúrulega að bíða eftir einhver aki á sig, skilur við. Gerða mig Nei, já, svo erum komin yfir. Það er einmitt aftur setnipartinn. Gerða mig En minna þunglind í dýraríkinu er alveg þekkt, sko. Þú veist, dýr getur verið þunglind, Já. hundar og kettir og Akkurat. dýr sem eru í dýragörðum bara muni ekki eftir háörningunum þeir er alltaf með svona uggan, keiko Já. það var bara þegar maður Lafandi. þunglindur skilur Læstur inni, já, lokar inni. já, þannig að það veist, af hverju ekki Einmitt. Ætli þeir upplifið það líka svona eins og við bara hérna búa á Íslandi. Mávarnir. Já, já, Það er umleitt að vera hérna. ég meina krían kemur hérna frá Suður Ameríku Afríku. Suður Afríku, Já. Hún er nú bara ótrúlega skepna Já. þrjósk Rosa þrjósk. eru þið hrættir við að það er gogg ykkur þegar þið að fara í gegnum svona kríu Mér finnst það alltaf óþægilegt. en hafið verið goggaðar af kríu Já. festið skoggurinn og krían í hausnum er þetta svo fast? eða? Nei. En þú veist, þetta var alveg fast. Varstu eitthvað goggaður? Ég var ekkert með að gogga bara sem krakki hérna við Þingvallavatn. Var blóð. Ég var með húfu, svona derhúfu. Já, Þannig ég slapp örugglega við blóðið, sko. En það var alveg svona í minningunni svolítið fast og síðan þá hef ég alltaf verið sko, með eitthvað, hendurnar eða Eða hljóðið Eða eitthvað prika. Já, hljóðið er líka skeri hljóðið er óþægilegast. Þú veist, þegar það kemur svona og fara alltaf hroll. Dýfið sér niður Ég var líka stangar af litlum hrút núna í útilegunni við fengum indælis boð á Bóndabæ á konin sem rekur tjaldsvæðið á Kirkjubæjarklaustri fórum alla krakkana þangað og hún sagði það er 2 heimalingar annar heimalingurinn er hrútur og hann áða til að vera svolítið svona Það er mjög ungur hrútur. já, bara lítið lamb en er svona hrútur hann fættist í vor, sko. kallkins lamb sem er þeng að því að þú veist, þetta er annað kind eða hrút allavega Já. og hún sagði að hann gæti alveg stangað krakkana hann að verið með krakkana svona
passið upp á þau. Já. Svo stangar þessi hrútur, lamb, mig og mér bara döð brá. Þetta var bara svo, einhver myndi sparka í löppina þér, bara fullorðin kallmaður myndi sparka í löppina þér. Já. Það var ekki eitthvað svona rosa vond, Nei. en alveg samt vond. Já. Þannig hugsaði, ef hann hefði stangað bara barnimanns eða eitthvað, það hefði bara dottið eða eitthvað. Já, og örugglega bara munað eftir Þessu stangi. lífstíð. Þá var hún að segja okkur það að því ég hugsaði, vá, hann stangar fast með þetta bara eitthvað tæni lamb, hvað með þetta væri bara fullvaksta hrútur. Hann getur bara drepið þig. Það er bara þannig. Já, ok. Hún sagði líka svo margt sko, hún sagði líka að hún átti einhvern tímann kind sem var rasisti, hún hafnaði alltaf brúnu kindinni sinni ár eftir ár, Hann bara hafnaði, alltaf brúnu kindunum Já. ekki bara hafnaði, drap það sko. Nú, drapa Drap það, já. Drap Ok. brúnu lömbin. Morðingi. Lambamorðingi. En finnst ykkur ekki áhugavert að hrútar geti bara drepið þig? Af því að, fyrir þessar upplýsingar, ef ég er ekki að segja, ég hef eitthvað labbað sjálfviljur inn í girðingur, þar sem er hrútur, Já. en ég myndi undir venlegum kringustæðum ekki træðast það mikið. Það er bara einhvern kind og það er kallkins kind og ég ætla að labba hérna og ná í hérna eitthvað, þetta löfblað eða whatever. Nei, þá er þetta bara lífshættulega skepnur. En sko, ég hugsa að hrúturinn getur nokkið drepið þig. Hún sagði það. Myndir ekki bara að taka í hotnin og Hún sagði, berjast við hann? hún sagði til dæmis þegar það er að laga hrút sem Nefnum þú verið að hlusta á okkar podcast. Þá er það náttúrulega Já, út úr heiminum út úr bara heiminum bara. Nei, hún var að segja það til þess að ef hrútur fótbrotna eitthvað, kemur eitthvað fyrir hann, það var að gera að honum, þá Já. það bara 3 fullvaksta bændur til að halda hrútnum niðri. Ok. Þetta er alveg þannig, skilur. Já. Við vorum líka einhvern veginn að tala um að við eigum með lengið svona hættuleg dýr á Íslandi. Það er alltaf saklaust. Það er ekki dýr sem hræðist í viltri náttúru. Nei. En kannski er það bara hrúturinn. Fyrir utan náttúrulega naut. Naut kannski. Já. En maður veit Þau er ekki vill Og svona og ekki hrúturinn heldur svo sem hestar geta stundum verið svolítið svona Já, fákar. já fyrirferð dýr Já. Já. það er svolítið svona leikaralegt að vera mikið á hestum. Já. Hefur ekki verið dregin í þannig ferðir í kringum starfið eða Nei. við náttúrulega með aðra leikara? Nei. Ég hef ekki mikið verið í því sko. Nei. Svona já. Það eru ykkur svona leikara hesta ferðir sko. En mér hefur bara aldrei verið búið það. Hvað viltu að ég segja? Nei, ég veit ekki, mér finnst bara svo margir leikarar hafa áhuga á hestum, en kannski er það bara leikararnir sem ég Það er ekki bara Hilmisnær og Já. Vala er náttúrulega mikill. Vala er mikill. Já, hún er með Hilmisnær Með Hilmisnæði náttúrulega. Jú, Þetta er allt í Við vorum kringum saman í Hilmisnær. bekk, ég og Vala. mitt. Í leiklist. Já, þeir eru jafn gömul. Hún er 1 ár yngri en ég. Hún er Hún er já, 91. Já, þú ert 90, já. Svo Svandi Stóra, hún er mikill hestakona. Já. Rosaleg hestakona. Já. Þetta er svo mikið vinna að standa í þessu sko. Já, hérna. Eiga þau hest? Er þetta þannig? Að? Ég held það, já. Minnst ég alltaf að sjá eitthvað á Instagram og þegar maður tala við hana, hún var að koma úr hestaferð og er eitthvað að hestast og upp í ykkur hesthúsi og jari og svona elskanda og vera á hest eitthvað. Já. Þetta er mjög framandi fyrir mér sko, því ég hef einu sinni farið á hestbak og það var mjög furðuleg lífsreynsla, þannig að ég tengi 0 við hestamennsku. Já. Þetta er tímafrekt. Það er svona eins og að spila golf eða eitthvað. Mér finnst það. Gerur þá ekkert svoleiðis tímafrekt? Ég horfa á fótbolta sko. Já, það tekur langa tíma. Tekur mikið tíma. Það er ekki hreyfing í því eða svona aktivitet. Stundu spila í fótbolta en það er líka svona erfitt að vera leikari og vilja ekki meiðast sko. Já. Það er svona svolítið mikilvægt. Mjög mikilvægt. Sérstaklega með tæft læri. Með tæft læri sko. Já. En áttu þetta ekkert svona hobby eitthvað svona, já, ég elska að fara og spila. Mér finnst mjög gaman að elda. Já. Elda mikið. Rétt, já. Ég er búin að vera í sumar sko að mastera tiramisu. Vá. Það er minn uppáhalds eftirréttur. Hvað ég er með kalt tiramisu sem ég ger í gær sem ég ætla að borða í kvöld. Ok, geðvikt. Hvað er svona umfið við gott tiramisu? Er það ladyfingers eða er það? Það er, þú setur ladyfingers, já. Hvar kaupir það þá? Það er að kaupa það í Krónunni. Er ekki líka að kaupa það í Bónus? Ég hef ekki séð það. Jú, það er mikið að í Bónus. Það er mikið að í Bónus. Já. Ok.
og svo Bónus er það og svo ok, Jú. þú kaupir leitingins í bónus Já, bónus og hvað gerir þú svo? Sko, þú aðskilur 3 egg. Þú veist, ef þú ert með hérna einn lítinn svona mascarpone hérna gaur sem er bara, sem þú kaupir eitthvað staðar bónus eða eitthvað Mhm. og aðskilur eggin og hérna tekur rauðurnar, bætir við 3 matskeiðum af sigri og hrærir þeir þangar til að þau svona verða 2-föld eða þannig Mhm. svo bætir mascarpone ostunum út í en hrærir ekki þú svona, eiginlega svona Ég skil. svona Já. blandar hann svona með einhverju sleif eða eitthvað Hægt. mjög hægt, það tekur eiginlega lengsta tíman svo þeitru hvítunar upp þannig að það vera alveg stífar Aha. og hægt að leka bætir einu vanildrópa út í og bætir síðan hérna hvítunum við og líka með sleif þannig að þú haldir svona Já, svolítið svona miklu svona kremi eða þannig að það verður svolítið svona fluffy geðveikt. svo tekur ladyfingers kallt kaffi dýfir eldsnögt eða örsnögt og í mót og býr til svona, í rauninni bara svona lasagna með þessu 2 skilur og Já. svo kakó yfir Er þetta ekki svona frekar einfalt þegar maður er búin að læra þetta? jú, mjög einfalt sko Góður réttur til að bjóða upp á já, og líka fólk er sko, þú veist, ég er hérna fyrir svona, mér finnst ég hafa svona gert svona alls konar hluti sem að foreldrar mínir ætti að vera mjög stoltir af en þau voru svo stolt af þessu Yes. þú veist Já, ég var mjög stoltur ef sonur minn myndi bjóða mér upp á Já. tiramisu. já, mitt En er ekki eitthvað áfengi í tíðum eins og það? þú getur sett áfengi í sko kaffið eða þar mér finnst það ekkert endilega skipta það miklu máli Hvað áfengi er það þá? Bara sherry eða eitthvað? já, búst Konjak? já, eitthvað svo leiðis Það er mann alltaf að maður smakkaði fyrst sem badd það fannst maður Já. ógislegt tiramisu en svo einhvern veginn finnst manna gott í dag já, eða var það kannski kaffið sko, já, kannski er það kaffið Ég samt borðaði kaffijógurt á fullu já, Badd. það er aðeins að rausi sko Já, það er náttúrulega bara eitthvað það er meiri karmela já, Já, Tiramisu er ekkert eðlilega gott. en þetta er rosalega næs já, að eiga þetta hérna í skapnum sko Já, þetta er ógeðslega gott sko. Ég fekk þetta er þetta auðveld leið til að svona impressa fólk í matbúði sko. En hvað tollir það lengi í ískáp? 3 daga, Já, verður bara betra já það, já, eins og en, marins þetta verður bara betri en þetta er náttúrulega þetta er rá egg sko það er hægt að hérna, elda Já. rauðunar eða svona setja þær yfir eitthvað svona heitt vassbað og láta Já. svona pasturæsa þær Já, já, eða hvað þetta er já, einmitt. Mhm. En áttu einhvern svona fyrir utan þetta, einhvern svona, segjum að þú er að bjóða bara okkur 2 í matabóð og þetta er svona, svona, já, svona ég ætla aðeins að sína þeim hvernig það var elda. Hlaðfréttastrákarnir að koma Já, Þú já, að já. sína þeim hérna hvað ég get Já. já, Það væri tiramisu í eftirrétt, hvað var í aðalrétt? sko ætli það verði ekki eitthvað ég er svona ítalskur sko í þessu ég myndi Ok. að gera lasagna Gerur hvítið svo svona frá grunni já, bechamelið Já, bechamel bechamella með muskat og já, ertu með hnetuna, ertu bara með þetta er bara kryddið það? krydd Já, parmesan jafnvel geðvitt. og já, ég gerði eitthvað svoleiðis hérna, fann einhverja svona Michelin stjörnu hérna uppskrift Það er pottitt saman uppskipt og ég fyndi Er það? Já, ég erum að bera það saman eftir þar sem þú ert búin að undirbúa allt kvöldin að þér Já, ég ætla að sína vídeo allar sem ég fann ok, Og við byrjum og þú ert saman. með svona 3 lög og byrti svona sushi-gaur og skerða hann svo dung, dung. Nei Ok. Ó, dammit. En ég sýnir allar mitt Já, hérna, En Benna finnst það vera lykill og hann lærði þetta af hérna, ítalskri Tengdamóður vinna míns sem er ítölsk Já, sem er ítölsk Það er sem þetta hérna, að steikja nautahakk og svínahakk já ég nota hérna pulsuna hana frá Tarjello En ekki svínahakk sko, það er ef ég finn ekki hérna þessa pulsu hún er stundum til hérna í kælum viðsvegar en já, grísahakk er mjög gott með já, Mér finnst þetta að vera bara 2 típur af lasagna Já. Það er svona einhver ítölsk, svona ömmu lasagna sem Já. er aðeins þurrari, ekki eins svona sósukend og svo ertu með eitthvað svona ameríska sem er bara svona drulla já, Þú veist, mamma gerir amerísku já, en svo er þessi ítalska tengdamóður vinna mín sem gerir bara já, pjúra ítalsku emmitt Mér finnst þetta bæði gott já. ekkert eitthvað, ég get ekki valið á milli neitt sko. Sko, ítalska er náttúrulega meiri bara svona pastaréttur Já, einmitt, Þú veist, minna kjöt minna kjöt og þú veist, þetta er allt bara eins og með pítsuna skilur, þetta er allt hérna gert til þess að dríja það sem þú átt Mhm.
en mér finnst oft erfitt að finna bara pakningar af grísakjöti eða grísahakki sem þú veist, dreifilegt bara í kílói Já. þannig að já, það er lúksusvandamál Já, Það getur maður ekki farið í, nei, valla í kjötborð og fengið grísahakk kannski, einhvers staðar það er örugglega alveg hægt sko. Jú, Jú, kannski, ég veit já. ekki Svo getur maður hringt líka í mikið af þessum kjötbúðum og sagt bara, mér vantar svona Já. getur það tilbúið á þriðjudaginn ekkert mál, græja það en það er svo gott sko í þessari pulsu að það er mjög mikið svona fennelbragð, það er svo gott Hvað heitir þessi pulsa, segirðu? hún heitir Tariello, mildar grillpulsur Tari Yellow ég kaupi þær Ég til dæmis vissi ekki sko að ég fekk einhvern heilan að gera hambúrgara sem eru mjög háir í fituprósentu fann það á hvergi, þannig ég hringdi í mjög góða kjötbúð á höfuðborgarsvæðinu og spurði, getið þið útbúðið fyrir mig hambúrgara með 40-50% fitu ekkert mál hvað viltu marga? Og ég pantaði einhver 20 og náði þá svo grillaði ég þetta og ég kveikti í grillinu sko. þannig að ég hugsaði að ég setti bara 20 á grillið í einu já. bara brann öll fitan onni í grillið og ég bara með slökkutæki Já. slökkva í grillinu sko. Einmitt. þá sagði við mig einmitt, eigandi Two Guys sem Já. er styrstaraðlega podcastinu Já. hann sagði, það, þú veist, með svona hátt fitustig í hambúrgara, það er mjög gott sko en þegar ég er að gera þetta, hann, eigandi Two Guys sem er mjög góður eld hambúrgara, þá var hann bara með tilbúið bara vatn hliðin á og er bara alltaf að slökkva bara endalaust að slökkva eldin eða slökkva í fitun sem er að brenna Já. Hann gerir svona smass hambúrgara já. en hann sagði reynda sko, þú ert að gera smass hambúrgara þá megar ekki vera svona háir í fituprósentu þá er sweet spotið eitthvað svona 20 þegar það er ofhátt að þá bara svona skreppar bara saman og verða engu sko. en það er betra í þessum klassísku hambúrgurum bara sem er ekki smass að hafa fitupróstun að hafa en 50 er helviti mikið sko. það er loð mikið sko. en pizza, er þetta eitthvað að gera pizza? Fyrstu einhvern veginn delli fyrir að gera pizza kefti þér opn og heiða deg og... ég gerir svona súrdeigspítsur inn í opni bara heima ég hef ekki alveg plássið í sko pizzaopnin út á svölum eða þannig en það er nú samt bara afsökun sko þetta er pizzaopnar sem eru heldur litlir sko já Nei, Þetta eitthvað afbreyðilega litla svalir eða hvernig eða svona basic svalir eða? svo er eiginlega bestu það eru mjög fínar sko ég ætla að segja, einu bestu pizzaopnandi sem færð eru meira sem var rafmagsopnar sem þú getur bara haft inn í eldhúsi heima það sko þeir hittna bara vel upp í 300-400 gráður og nú leitinni sko manni finnst það bara ekki að rómantíst að vera að gera pítsun í eldhúsi í staðan að vera út á svölum eða út í garði eitthvað svona það er eitthvað svona mér finnst meira þess að pítsaopnar sem snúast fyrir þig vera svona lazy útgáfa ég vil þurfa að fara inn og snúa pítsunni og passa á sig vel elduð en ég fyrir oft til frenda eins í pítsuveislu sko við búum í Sumu götu sko þannig að það er oft þar sko en þegar við erum að gera svona pítsur heima þá, þú veist, einmitt þá stilli ég opni bara á hæsta og á tiltölulega nýjan opn sko Ertu með stein inn í opnunum eða ertu með stál? Ég er bara með sko bökunarplötuna en ég set být til pítsuna og set bara olíu á hana og set hana inn í opni í svona 2 mínútur áður en ég set sósu og álegg Ég skil þannig að það er búið að eldast aðeins Svo setur hann aftur En lykillinn að því að þú ætlar að gera þetta inn í opni er að góðan stein, helst stálið er kóngurinn sko kaupaði bara stálhring, hita hann bara drullu heitan klukkutíma eða eitthvað já, jafnvel sko, hann var bara vel heitan sko já. Ég hef hort á mikið af þessum vídeoum líka sko, þetta er svona mitt svona mín svona internet viðvera er rosa mikið að horfa á einhverjar ömmur á Ítalíu búa til lasagna og ég mitt einhver svona pítsuperra og taka til liðar eitthvað sem þú ætlar að gera og svo gerir maður kannski svona 10% af því já, svo finn ég þetta aldrei ég veit ekki hvernig maður finnur þessi búkmark já, segjum off búkmark eitthvað svo er ég bara, hvernig finn ég þetta? Ertu að meina á Facebook eða? Já, TikTok eða ekki? Ég er ekki að TikTok sko Nei, en ég er oft á Facebook Reels og fæ mikið fæ mikla skammi fyrir það
já, þá varst að seifa Facebook-vídeó sem þið við skýrtilegt Já, eða Instagram eða eitthvað. Já, svo gleymur þú hvað þetta er. Nei, svo veit ég ekkert hvernig ég á að finna það. Nei. Og þá er ég allt í hennu bara komin aftur og horfa á eitthvað ábúin Þetta er svona Já. eitthvað vítar hingur sko. Taka til hliðar, já, ég kannast þetta. Það er rosa mikið matarvídeó á mínu. Það er rosa mikið núna hjá mér þess að ég er alltaf búin að save einhver svona einhver er að gera vefju og steikir hana í olíu Já, svo býr hann til einhverja svona geggjað sósu og dýfir í því og svo já og ég bara save þetta, ég ætla að gera það Já. svo ger ég þetta aldrei Nei. En prófaðu ekki að gera þannig kebabinn eða? Kebabinn, Sáuðu það ekki? Ég sé það. Nei. Og rúlar út Já. kjötinu með svona... Já, mjög gott sko. Ég prófaði það. En byrju, vorum við að tala um kebab eða? Nei, við vorum að tala um hann var að tala um kebab eða Já, þú vefju. varst að tala um kebab. jú, ég var að tala um vefju En það sem þú varst að meina hvort hann hefði gert kebab kjötið. Já, nei. Nei. Ég var bara að tala um ég gerði þetta ekki, það var kjúklingur í þessu tilfelli sko. já, ok. þetta er nú bara eins og eitthvað, já, einhver vefja Mhm. með grjónum og kjöti sko. En ef þú varst að tala um það sama og ég, mér varst það svo sniðut. Já, það er tvær bökunar hana, Já, fletur út bara Já. hakk þannig að það verður bara þund og svo Já. eldar það, tekur út og þá er eiginlega orðið bara svona kebab kjöt sko. Ætti að vera til dælu auðveld sko. Ég hef ekki ennþá lagt í þetta Ég gerði þetta nokkuð sinnum. og þetta næs Þetta er bara næs sko. Ok, Og mjög gott að gera þetta til dæmis með lambahakki. ok Og ertu þá bara að segja um eitt bakk 500 gram eða eitthvað Já. ish, setur bara og svo bara flytur þetta út Nei, það er bara, þú veist, alls konar krydd og laukur og hvítlaukur og grísk jógurt og blandar þessu öllu saman. í skál, Já. flytur það út Fletið það út og svo inn í opn Já, og, þú veist, þannig til að vera svona smá crispy. mitt, skæðið Þá er þetta bara eins og eitthvað svona kebab staður sko. Annað svona hakk trikk sem ég lærði bara um daginn sko. Það er hérna, og ég hef vel aldrei gert það fyrir bara núna um daginn það er þegar maður er að elda hakk, það er einn innan Andy Cooks sem er svona mikill matar samfélagsmiðluna stjarna, hann sagði að maður er alltaf að brúna hakkið Já. þannig að djúsin fari ekki úr því þú veist bara það er eins og þegar maður lokar nautastek eða eitthvað oft hefur ég bara sett hitan á 7 eða eitthvað og látið þetta svona Já. en það er rosalegu munur Mjög mikil munur á því sko. að loka hakki versus að bara svona sjóða það já, það verður grátt ef þú ert bara að sjóða það sko. En eins og þegar ég er að gera lasagna þá ger ég þetta í sko, þú veist mörgum skrifum, í pottinum, Já. svo tek ég þetta til hliðar en er ennþá meðskilur fituna fytuna sem að stektist þú veist, helst bæði grísa og hérna nauta ekki í sikuru lagi, en það er mjög gott að gera þetta svona og svo setjum ég gulræturnar, sellerið og laukinn onni í það, skilur já, það bræði líka og þá getur maður líka tekið sko geðveikt. tekið líka sko fytuna frá þú veist, helst tekið fytuna af kjötinu sko, sem er svona vaskent fyta og sett olíu fytu í staðinn I like that og svo þegar maður blandar þessu öllu saman já, þá kemur hvítvínsglas já, það er svona, veist, það er sko. það var einmitt næsta spurning sko, Já. af því að ég á voða sjaldan til heima hérna vín, það er Já. bara til túli á mínu heimili Já. þannig að ég er voða sjaldan svona getur notað tóli sko. já, það er ekki bara gott já, ok, getur alveg prófað það ok, en er það bara alkohólið sem er að held að sé eitthvað þannig sko. það er eitthvað svona sem er að sem er svona syn það er oft talað um að þú er ekki notað neitt vín sem þú myndir ekki drekka sjálfur þannig að dígleis, já, þetta er áhugavert maður já, ég veit ekki alveg Ég er nákvæmlega svangur. hvað já, Mjög- hvað er að borða ég langar í tiramisu Já. right now já. og lasagna frá svo hefur líka verið að gera carbonara já, þetta er svona, já, er kallinn svolítið á Ítalíu Í þessu, ég sko. bjó sko á Ítalíu já, alveg í ár að gera hvað þegar ég var 21 tvekja þá fór ég í skiptinám til Ítalíu ah, bjóð þar alveg heilt ár og opnuðust hugar og heimar þá fyrir ítalskri matagerði ég myndi segja það, já hvar á Ítalíu var það Bologna Bologna ég ætla að eitt hot take og please skammiði mig og verið ósamála mér mér finnst alltaf því fyrir Ítalíu þá er ég með smá svona eitthvað, það er svo mikla væntingar hvað matnum það er að þegar ég er þar og er að borða matinn á Ítalíu þá fæ ég oft svona eitthvað já ertu að borða réttu stöðum? örugglega ekki Nei. þú ert kannski ekki mikil pasta kall skilur ég veit ekki því að pasta mér finnst pasta þannig allavega, ég er ekki að tala um lasagna bara Nei. pasta eða eitthvað svona
ég get borðað svona 5-6 bita og fæði nóg að þessu sérstaklega rjóma, pasta það er bara svona einmitt. já, þannig að ég veit það ekki, yfirleitt þegar maður hefur verið í Ítalíu þá hefur pantað meira svona vílsteik já, kálfasteik kálfasteik, er það ekki rosa svona gott. já, sem er í Mjólk. raspi já, í ykkur svona hveiti já, og með etiki já, það það er mjög gott Herðu, ef þú ert með einhver skilabóð í lokin þá máttu deila það með hlustendum eitthvað Já. svona, komið þið nú á sýninguna mín í haust eða aldrei steikja hakk upp úr já, ég og bara ræður sko. já, ég myndi nú bara segja munið eftir góðaskapinu í útilegunni og Geggjað skilaboð. og farið hægt í umferðinni Vá, það ekki, jú, já, þetta eru fallið skilabóð það ekki mjög falleg Óli, takk fyrir komuna já, Bestur, Þú ert bestur. Já. Já, Og samkvæmt sömuleiðis. 30% af mínum Börnum. nánustu vinnum, ekki börnum þá ertu finnasti maður Íslands. Vel sæll og takk fyrir. takk fyrir